Gera má ráð fyrir úrkomu alla næstu daga, austan 15 til 23 metrar á sekúndu. Hvassast syðst, hiti á bilinu 3 til 5 gráður. Vaxandi suðaustanátt með rigningu og hvassviðri suðvestan til næstu daga og vikur. Hiti fer heldur kólnandi. Komið særir, blikar, nær og fjær. Já, svona líður okkur blikum sennilega öllum. Nú, við erum velkomin í upphitun fyrir HK-leikinn, síðasta umferð, laugardaginn klukkan 2 á Kópavogsvelli. Já, stundum fer þetta bara öðruvísi heldur en við viljum. Það skiptast á skin og skúrir í þessu eins og öðru. Byrjum að gera upp síðustu helgi sem var geggjuð sko og það er skemmtilegasta við fótboltann hvað hann er óútreiknanlegur. Sunnudagurinn, hann byrjaði svona hjá sumum. Já, stúkan á Krikanum, hún var gjörsamlega stöppuð. Loksins var hægt að segja að stemningin á pöllunum hafi verið góð. Ég segi bara loksins. Copacabana-sveitin söng allan tíman. Nú, KR og Víkingur, þeir byrjuðu á sama tíma. Við skulum rúlla svona í réttri tímaröð hvernig þetta var á sunnudaginn. Skulum byrja KR Víking í Frossaskjólnum. Mikið siglingu. Kenny sendinguna fyrir Kjartan Henry, dauðafæri, þvílík sending og mark. Og Kjartan Henry Finnbogason að koma KR-ingum yfir. En frábær varnarleikur hjá Finni Tómasi. En Atli mættur og Atli lætur varna og litla markið. Já! Já, Húsvíkingnum Atla Barkarsinni. Og Jónatan setur hann hátt upp í loftið. Mattias með skallan og þetta Pétur Viðarsson sem að koma. Náttúrulega bara frábær leikmaður. Kristín vinnur þetta boltan fyrir Breiðablik, setur hann á Árna Vilhjálmsson. Þetta vítaspyrnan. Breiðablik að fá vítaspyrnu hér á 77. mínútu. Jóhann flautar í flautuna. Árni hleypur á boltanum. Árni setur boltan yfir markið. Logi og þetta mark! Víkingar að komast yfir Helgi Guðjónsson. Leiknum ekki lokið vestur í bæ. Helgi Guðjónsson að koma Víkingum yfir og þetta búið hér á Kaplakrikavelli. Og sendingin reynir fyrir Kjartan Henry Finnbogason og Kjartan rennir honum á Kenny fyrir og hvað endar þetta? Hérna hvernig fór þessi bolt ekki inn? Vá, og það allt brjálað hann inn í teignum. Allir brjálaðir út í hvern annan, allir vilja eitthvað og mönnum heitt í hamsi. Þvílík dramatík og Þórður Ingason. Varamarkvörður hér lendir í slagsmálu bara, hvað að gera? Nei, hann að dæma vítaspyrnu. Vá, hann að dæma víti. Hver sá þetta fyrir? Hann dæmir hér vítaspyrnu. Bara algjörlega upp úr þurru. Allan dansinn eða hvað? Votar tíma og getum leið gert út af í meistaradrauma Víkings. Pálmi Já, Óskar var spurður eða var í viðtali strax eftir leik. Við skulum heyra aðeins smá brot úr því. Já, það getur, já, það er svo sem örgulega bara ágætlega orðað hjá þér. Þetta var einhvern veginn, já, bara dætti ekki fyrir okkur og mér spila mér ágætlega fyrir setnáleika
en bara F-flokkarnir voru þéttir, voru vel skipulagðir og það var erfitt að brjóta á bak aftur og já, þannig að það er verið eins ég get sagt, það hefur verið gott að vinna en leik og það hefur verið gott að jafntefli en við töpuðum leiknum og það er ekkert, við getum breytt úr því núna, eina sem við getum gert er bara undirbúa okkur vel fyrir Háka-leikinn og klára hana krafti. Já, en nóg komið af Volaði, Vosbúð, vonandi verður bara gott veður á laugardaginn, það er eina sem ég bið einmitt. En við skulum snúa okkur að Háka-leiknum. Háka, þeir eru búin að vera í smá brasi, búin að vera í fallsæti í smá tíma. Þeir spiluðu við Stjörnuna á mánudagskvöldið og það var baráttuleikur. Þeir höfðu sigur en við skulum sjá brot úr þeim leik. Vinna hér í kvöld og þá er það svo áður kom fram. Allt galopið, það er einungis ljós hvaða lið ná Evrópusæti. Hér skoraður Ingvar! Það er Valgeir Valgeirsson! Nú þarna sáum við það að það er stutt á milli í þessu. Háka vinnur Stjörnuna, ÍR vinnur Fylki, Fylkir fellur og ÍR komið í fallsætið og Háka í 10. sæti. En Háka varð fyrir smá áfalli þegar að Birnir Snær var rekinn út af. Ég myndi segja algjörlega glórulaust guldspjald sem hann fekk fyrir dýfingu eins og eða óíþróttamannlega framgöngu eins og dómarinn sagði. Ég get ekki skilið hvernig dómarinn fekk þetta út úr þessu. En það er annar mál. Við aftur á móti, við þurfum að spila án Gísla en hann fekk guldspjald á móti FH. Fyrir leikurinn á móti Háka var í Kórnum. Það var geggjaður leikur og sögulegur í meira lagi vegna þess að við höfum ekki riðið feitum hesti frá Kórnum síðustu ár. En við skulum sjá aðeins úr þeim leik. Síðan hérna á Artur Ara og hann er að skora! Hér eru Blikarnir að færa Hákáingum. Og síðan skalli hér á mark. Kristinn Steindórsson er að jafna mittinn. Anton Ari til varnar. Hvað gerir Birnir Snær og hann skorar hann. Miklu öryggi. Frábær vítaspyrna. Birnir Mikkelsen og hann skorar af öryggi og jafna mittinn hérna. Lyfti boltanum inn á Andra Rafn og Andri Rafn með skot og þetta fyrir stöng og inn. Blikar eru að komast yfir hérna. Andri Rafn Jómann. Þetta virkaði einhvern veginn saklaust. En í markið fór boltinn. Já, á laugardaginn er síðasta umferðin í Pepsi Max deildinni. Nú, það skipta í rauninni allir leikir máli. Það er Íslandsmeistaratitill í húfi, það er baráttan þriðja sætið og það er í rauninni allir leikir sem skipta máli nema kannski Valur og Fylkir. Við munum fylgjast með einum leik, mjög grannt, en það er á heimavelli Hamingjunar. Víkingur Leiknir. Leiknir að koma í heimsókn. Ég er ekki viss að þeir eigi eftir að geta stoppað Víkinga mikið. Ég sé það ekki fyrir mér. Þannig að ég held að Víkingur verður krýndur Íslandsmeistari 2021 í Pepsi Max deildinni á laugardaginn. Og Fossvogurinn á eftir að loga. Nú, en við þurfum að klára Háka. Það er nokkuð ljóst. Því að það er alltaf smá möguleiki. Miði er möguleiki. Það verður mikið að vera hér á svæðinu. Það er kosningar, bara kjósa rétt. Bílastæði verða fá, þannig að knattspyrnudeild Breiðabliks er að óska eftir því að menn komi bara hjólandi eða labbandi eða í strætó. Ég ætla að koma í strætó. Nú, miðasalan, hún fer í gegnum Tix. Já, kyndillinn, hann slöknaði á sunnudaginn síðasta. En við kveikjum hann bara upp aftur fyrir næsta ár. Við erum í öðru sæti. Við erum í Evrópusæti. Við erum búin að vera síðustu 4 ár í Evrópusæti. Á síðustu 12 árum þá höfum við verið 8 sinnum í Evrópu.
Þetta er síðasta uppbytun á þessu ári og ég þakka kærlega fyrir áhorfið. Blikar TV kveður og Heisi Heisson kveður að sinni. Takk fyrir mig.